Miklar þjáningar gefa af sér mikið hugrekki. Í dag opinberum við hulda sögu Maríu Magdalenu. Sársauki og misnotkun hennar var grafin undir aldalöngum ranghugmyndum. Hver var ofbeldismaður hennar? Var það samfélagið, fólkið í kringum hana eða eitthvað enn öflugra? Biblían geymir svörin og í dag munum við kanna þessi svör án utanaðkomandi heimilda til að afhjúpa sannleikann. Deili á ofbeldismanninum. María Magdalena stóð frammi fyrir heimi sem var reiðubúin til að merkja hana og fordæma, en samt kom hún fram sem ein af dyggustu fylgjendum Jesú. Ímynd hennar hefur verið snúið og sönn saga hennar falin, oft til að þjóna öðrum tilgangi. Saman munum við afhjúpa hverjir misnotuðu hana í raun og veru, þjáningarnar sem hún mátti þola og hvernig þær þjáningar leiddu hana til að finna endurlausn í Kristi. Vertu með mér til enda og ég lofa að þú munt uppgöta óvæntan sannleika Maríu Magdalenu sem mun ekki aðeins opinbera raunverulegan ofbeldismann hennar, heldur einnig skilja eftir djúpan skilning á náð Guðs. Heimur Maríu Magdalenu og samfélagsþrýstingur. Ímyndaðu þér eitt augnablik að búa í heimi þar sem allt varðandi veruleika þinn ákvarðað af öðrum. Ímyndaðu þér samfélag þar sem gildi þitt bundið, ekki við það sem þú ert, heldur þeim samböndum sem þú hefur. Tenging þín við föður, eiginmann eða jafnvel son. Þetta var heimurinn sem María Magdalena fann sig í, samfélag fyrstu aldar sem var djúpt feðraveldi, þar sem oft var litið á konur ekki sem einstaklinga með reisn, heldur sem eign karlana í lífi þeirra. Í þessu umhverfi var oft þagga niður í konum eins og Maríu, rödd þeirra óheyrð, sögur þeirra ósagðar. Þeim var ýtt út á jaðarinn, komið fram við þær sem óæðri og fá lítil tækifæri til sjálfstæðis eða sjálfræðis. Við slíkar aðstæður var sérhver kona sem fór út fyrir venju samtímans álitin öðruvísi, félagslega einangruð og stundum jafnvel eitthvað enn verra. Færum þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sér dæmdur eingöngu af aðstæðum fæðingar þinnar eða mistökum sem þú hefur gert í fortíðinni, án möguleika á að lyfta sjálfum þér upp í augum samfélagsins. Ímyndaðu þér líf þar sem fólk sér þig þrátt fyrir bestu viðleitni þína, aðeins í gegnum linsuna á verstu augnablikum lífsþins, eða því sem það gerir ráð fyrir þig. Þetta var raunveruleiki Maríu. Nú gefur Biblían okkur innsýn í fortíð Maríu í Lúkas 8:2. Henni lýst sem konu 7 illir andar höfðu farið úr. Slík þjáning hefði verið talin bæði andleg og siðferðisleg skömm í samfélagi hennar, sem merkti hana sem einhverja brotna og óverðuga. Geturðu ímyndað þér hvernig samfélagið myndi líta á hana, með tortryggni og jafnvel ótta. Hún álitin vera bölvuð eða þjáningar hennar væru einhvern veginn henni sjálfri að kenna. Í þeirra augum var hún andlega menguð, útskúfuð, en hér tekur sagan hennar óvænta stefnu. Þrátt fyrir kúgun og dómhörku birtist María aftur í frásögninni sem kona sem stjórnar eigin auðæfum og sjálfstæði sem var nánast óheyrt fyrir konur á hennar tíma. Í Lúkas 8:2-3 lesum við: og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. María Magdalena var meðal þessara kvenna sem sáu fyrir Jesú af eigin auði. Hugsaðu það, hversu margar konur þekkjum við frá þeim tíma sem réðu eigin fjármálum. Fyrir Maríu gæti þetta hafa komið frá arfi, eitthvað sem hún þurfti að vernda og stjórna ein. Þetta sjálfstæði, svo sjaldgæft sem það var, gerði hana að fráviki í samfélagi sem mat samræmi sérstaklega fyrir konur.
Hún passaði ekki vel inn í þær væntingar sem til hennar voru gerðar og það eitt aðskildi hana sérstaklega. Hugleiddu líka spurninguna hvernig María hefði efni á dýru ilmsmyrsli sem hún notaði síðar til að smyrja fætur Jesú. Til að hafa efni á slíkri kostnaðarsamri gjöf þurfti María að hafa umtalsverða fjármuni. Á þeim tíma, þegar konur voru venjulega skilgreindar af sambandi þeirra við karla, stóð María Magdalena upp úr með því að vera þekkt sem María frá Magdala. Ólíkt öðrum konum sem vísað var til sem eiginkona eða móðir einhvers, var María Magdalena kennd við bæinn hennar, Magdala, sem gefur til kynna sjálfstæði sem óalgengt fyrir konur á hennar tíma. Þessi einstaka auðkenning bendir til þess að María Magdalena hafi haft ákveðið fjárhagslegt sjálfstæði. Þetta fjárhagslega frelsi gerði henni kleift að losna undan væntingum samfélagsins og verða dyggur fylgjandi Jesú sem studdi þjónustu hans bæði fjárhagslega og með gjörðum sínum. Sú staðreynd að hún var aldrei gift og hafði fjármagn til að ferðast með og styðja Jesú gefur kenningunni trúverðuleika að henni hafi hlotist arfur. Hins vegar mikilvægt að muna að konum á fyrstu öld var ekki algjörlega útilokað frá fjármálastarfsemi. Söguleg skjöl eins og þau frá Elefantín og biblíulegum persónum eins og Lydíu, farsæla kaupkonu, sýna að konur gátu stjórna fyrirtækjum, eignum og eigin fjármálum. Samt í gegnum söguna hefur ímynd Maríu verið afbökuð enn frekar. Árið 591 eftir Krist tengdi Gregori páfi sögu hennar við sögu hinnar ónefndu syndugu konu í Lúkas 7 og jafnvel við hórkonuna frá Jóhannesi 8 og stimplaði hana sem hóru. Það eins og samfélag hennar og síðar kirkjan ráði ekki við konu sem passaði ekki í þeirra mót, konu sem var sjálfstæð og nálæg Jesú. Þeir urðu að láta hana passa við frásögn sem þeir skildu, sem dró úr mikilvægi hennar. Stimpillinn vændiskona var aldrei gefin Maríu Magdalenu í biblíunni, en það festist vegna þess að það var auðveldara fyrir fólk að samþykja hana sem fallna konu frekar en að viðurkenna dýpt umbreytingar hennar. Í sannleika sagt gríska hugtakið sem notað syndugu konuna í Lúkas 7 hamartolos, sem þýðir einfaldlega syndari. Þetta víðtækt hugtak sem talar að einhver missi marks, ekki endilega að einhver stundi vændi. Samt í aldanna rás var sagan snúin og María var sett í hlutverk sem hún hafði aldrei verið í, sem olli því að saga hennar var rangtúlkuð. Hugtakið vændiskona kom aldrei fram í tengslu við Maríu í neinum frásögnum guðspjallana, en fordómurinn hélst. Heimur Maríu var dómharður þar sem sögur kvenna voru oft mótaðar og stjórnaðar þeim valdameiri. En líf hennar, þrátt fyrir þessar rangfærslur, sýnir konu sem þoldi margt og fann þó náð. Saga hennar var ekki ein af skömm, heldur umbreytingu, og sama samfélagsgerðin sem reyndi að bæla niður rödd hennar og skilgreina hana á falskan hátt var einmitt það samfélag sem Jesú myndi snúa á hvolf. Í samfélagi sem bauð litla miskunn mætti María sannri náð. Líf hennar sýnir okkur að Guð sér lengra en samfélagsmerkingar og dómar. Í heimi sem vil skilgreina fólk út frá starfi sínu eða óheppilegum augnablikum eða aðstæðum, býður Guð upp á aðra sögu. Sögu endurlausn og lækningu, jafnvel þegar heimurinn sér aðeins svívirðingu. Og þegar við höldum áfram sögu hennar, munum við sjá hvernig Kristur sjálfur steig inn í þennan heim óréttlætisins og endur skrifaði örlög hennar. Andsetning og andleg kúgun. Saga Maríu Magdalenu ekki bara saga andsetningu. Það öflugur vitnisburður andlegan hernað og frelsun. Ímyndaðu þér ef þú vilt, þá tilfinningu að vera fastur í fangelsi án múra. Umkringdur fólki samt algjörlega einangraður. Þetta það sem andsetning gerði Maríu. Lúkas 8:2 og Markús 16:9 segja okkur að hún hafi verið andsetin af 7 djöflum.
fjöldi sem gefur til kynna algjör tök þessara myrku afla yfir henni. Andsetning í Biblíunni var meira en líkamlegt ástand, það var árás á sálina, andlegt ofbeldi sem svipti mann virðingu sinni og skildi eftir í kvöl, útskúfun og einangrun. Sjáðu fyrir þér konu í heiminum á fyrstu öld sem býr nú þegar undir harðri hendi samfélagslegra fordæmingar. Bæti nú við það skelfingu andlegrar kúgunar, ósýnileg kvöl sem ekki aðeins einangrar hana frá samfélagi sínu, heldur let hana líklega berjast við gríðarlegan andlegan og líkamlegan sársauka. Biblía nefnir ekki bara illa anda. Þessir andar höfðu haldið henni fanginni, rænt hana friði, gleði og hverskins eðlilegri tilfinningu. Í samfélagi þar sem fólk trúir því að slíkar þrengingar séu merki guðlega refsingu eða siðferðisbrest, hefði verið litið á Maríu sem bölvaða, einhverja sem ætti að forðast, hafna og óttast. Athöfn Jesú að frelsa Maríu frá þessum djöflum var ekki bara kraftaverkalækning, það var djúpstæður andlegur sigur. Það var yfirlýsing að ekkert afl myrkursins gæti staðist vald hans. Hugsaðu Markús 5, 1-20, þar sem Jesús frelsar mannen sem haldinn af herdeild djöfla. Í þeirri sögu sjáum við hvernig Jesús hefur vald til að ná jafnvel til þeirra sem eru í dýpsta myrkri andlegrar ánauðar, sem sýnir að enginn utan náðar hans. Frelsun Maríu var sambarilegt kraftaverk, yfirlýsing að jafnvel þegar heimurinn fordæmir og óvinurinn fjötrar, getur kærleikur og kraftur Krists rofið hverja fjötra. Menningarlegt samhengi eykur enn dýpt þjáningar Maríu. Samkvæmt sögulegri innsýn þýddi það að vera andsetin á þessum tíma að þola opinbera skömm og andlega höfnun. Fólk hefði forðast hana, stimplað hana sem hættulega og útilokað hana frá samfélaginu. Litið var á andsetningu sem bæði andlegan og félagslegan dóm sem skildi hinn þjáða eftir algjörlega einangraðan og án vonar. Samt það í þessu vonleysi sem Jesús grípur inn í og sýnir að einmitt það sem samfélagi notaði til að hafna henni var leiðin til frelsunar hennar. Það önnur hlið á þessari sögu, eitt sem undirstrikar alvarleika andlegs hernaðar. Í Lúkas 11:26 varar Jesús við hættuna því að andi snúi aftur ef húsið skilið eftir autt og tekur með sér 7 aðra anda, hverjum öðrum verri en hann sjálfur. Þetta gefur til kynna að barátta Maríu hafi ekki verið einstakt atvik. Það kann að hafa verið barátta sem krafði stöðurar árverkni og trúar. Hugsanlegt að sömu öfl og kvöldu hana í upphafi reyndu að endurheimta hana og gera ferð hennar til fulls andlegs frelsis enn dýpri. Þetta samhengi tengist því hver ofbeldismaður hennar gæti hafa verið, þar sem þeir sem eru nánir og kunnugir geta stundum verið mesta uppspretta andlegar kvalar. Í tilfelli Maríu var fundur hennar með Jesú augnablik björgunar, en það krafðist þess að hún fyllti lífsitt með nærveru hans og héldi andlegu húsi sínu vígirtu. Þess vegna fylgdi hún Jesú svo náið, vegna þess að hún skildi að aðeins í návist hans gæti hún raunverulega verið frjáls. Saga Maríu snýst ekki bara myrkrið sem einu sinni hneppti hana í þrældóm, hún snýst sigurinn sem Kristur býður yfir sérhverri andlegri baráttu. Ferð hennar frá andsetningu til frelsunar, frá myrkri til ljós, minnir okkur á að sama hversu djúpt maður þjáist eða hversu sterk tök óvinarins eru, þá meiri kraftur til staðar, kraftur sem getur frelsað jafnvel þá sem eru í haldi. Og saga hennar endar ekki með frelsun hennar, hún leiðir okkur inn í vitnisburð varanlega trú og skuldbindingu sem heldur áfram þegar við könnum samband hennar við Jesú og hvernig kraftur hans breytti henni í dyggan lærisvein. Samband hennar við Jesú. Samband Maríu Magdalenu við Jesú hefur verið sveipað lygum og goðsögnum aldir. Við skulum hafa það á hreinu
Til eru þeir sem hafa reynt að snúa hlutverki hennar og breyta því í eitthvað sem það var aldrei. Apókrýfu textar og nútíma góðsagnir eins og þær sem finnast í Da Vinci kóðanum draga upp mynd af Maríu sem á í rómantísku eða jafnvel kynferðislegu sambandi við Jesú. Þetta snýst ekki bara að skálda góða sögu, það vísvitandi tilraun til að grafa undan sannleika og hollustu hennar og að lokum boðskap Krists. Hugsaðu það, alltaf þegar eitthvað kröftugt og satt kemur fram, finnur óvinurinn leið til að afbaka það. Það eins og að taka fallegt málverk og maka drullu yfir það til að draga athyglina frá upprunalegri hönnun þess. Þessar röngu frásagnir gera einmitt það. Það rýra hreinleika og tilgang hollustu Maríu og reyna að láta samband hennar við Jesú virðast vera hneyksli. Það sem við sjáum í þessum tilraunum annað form misnotkunar. Að ræða skrumskælingu á ímynd Maríu og í framhaldinu af Jesú sjálfum. Með því að kalla hana fram sem fallna konu eða tengja rómatískan vinkil á söguna, miða þessar sögusagnir að því að draga athyglina frá sannleikanum. Það eins og þeir séu að segja að kona geti ekki átt þýðingamikinn sess í frásögninni af Kristi nema það snúist eitthvað hneyksli. Þessi aðferð hefur verið notuð af ýmsum trúarlegum yfirvöldum í gegnum aldirnar til að bæla niður framlag kvenna, sérstaklega þeirra sem gegndu mikilvægu hlutverki í frumkristninni. Með því að stimpla Maríu sem fallna ætluðu þeir að þagga niður í áhrifum hennar og draga úr mikilvægi hennar. En við skulum skoða hvað Biblían segir í raun og veru. Athöfnin þegar María Magdalena smurði Jesú áður en hann kom til Jerúsalem, ríðandi á asna sem konungur, sýnir djúpstæðan skilning hennar á raunverulegu eðli hans. Á meðan prestar og lærisveinar fögnuðu möguleikanum á að verða pólitískur konungur, viðurkenndi María Magdalena enn mikilvægari þýðingu augnabliksins. Að smyrja Jesú ekki bara fyrir jarðneskan konungdóm, heldur fyrir fórnardauða hans. Biblían lýsir augnabliki þar sem María Magdalena smyr Jesú. Það lýst í Jóhannesi 12:1-8 og gerist í Betaníu aðeins dögum fyrir krossfestingu Jesú. 6 dögum fyrir páska kom Jesú til Betaníu, þar sem Lasarus var, sá sem Jesús hafði reist upp frá dauðum. Þeir gáfu honum þar kvöldverð. Marta þjónaði og Lasarus var einn þeirra sem satt með honum til borðs. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Lærisveinarnir, uppveðraðir af spennunni yfir því að Jesús væri loksins að taka við ríkinu, einbeittu sér að pólitískum afleiðingum. Þeir sáu fyrir sér sigursæla inngöngu, kollvarpa yfirráðum Rómverja og stofna nýtt jarðneskt ríki. Þetta sýnt af viðbrögðum mannfjöldans í Matteus 21:9 og múgur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði: Hósanna syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, Hósanna í hæstum hæðum. Samt var Jesús daufur í bragði. Grátur hans yfir Jerúsalem vakti athygli og hvernig hann sagði fyrir eyðingu hennar og höfnun boðskapar hans eins og lýst í Lúkas 19:41-44. Og hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði: Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú það hulið sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. María Magdalena var í takt við tilfinningar Jesú þegar hún sýndi innsæi og skilning sinn á kenningum hans að þessi innganga í Jerúsalem snerist ekki veraldlegt vald, heldur fórn. Athöfn hennar að smyrja fætur Jesú með dýrum ilmsmyrslum táknar yfirvofandi dauða hans. Þetta sérstaklega undirstrikað í Jóhannesi 12:7. Lát hana í friði.
Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Þessi táknræna athöfn, óséð eða misskilin af öðrum, sýnir skilning Maríu Magdalenu á fórn Jesú. Að vera konungur ekki með valdi heldur með fórnfúsum kærleika. Á meðan lærisveinunum tókst ekki að átta sig til fulls á alvarleika ástandsins, gerði María Magdalena sér grein fyrir þunga yfirvofandi fórnar Jesú. Smurning hennar, látbragð sem einkenndist bæði af heiður og sorg, viðurkennir að Jesú sé ekki aðeins jarðneskur konungur, heldur sem Messías sem gefur fúslega líf sitt fyrir mannkynið. Það er með þessu verki sem María Magdalena sýnir dýpt skilnings og trúar sem jafnvel nánustu fylgjendur Jesú búa ekki yfir. Og lengra í Jóhannesarguðspjalli 20:11-18 var það María Magdalena, ekki Pétur, ekki Jóhannes, ekki neinn af hinum karlkyns lærisveinunum, sem var fyrst til að verða vitni af upprustum Kristi. Hugsaðu það í smástund. Í samfélagi þar sem vitnisburður konu yrði ekki einu sinni samþyktur fyrir dómstólum, valdi Jesú Maríu sem fyrsta flytjanda stærstu tíðinda sögunar. Þetta voru ekki mistök, þetta var með ráðum gert. Jesús sá lengra en samfélagsleg viðmið og hefðir. Þó heimurinn liti á Maríu sem einhverja óverðuga virðingar eða trausts, fól Jesú henni mikilvægasta boðskapinn af öllum. Ég er upprisinn. Það er kröftug yfirlýsing að Guð meti ekki fólk út frá mannlegum stöðlum. Hann metur trúmennsku, kærleika og tryggð. Hlutverk Maríu sem fyrsta vitnis sýnir okkur að Guð lítur á hjartað, ekki merki sem samfélagi setur. Við skulum tengja þetta við nútíma líkingu. Ímyndaðu þér konu í litlum bæ, stað þar sem allir þekkja fortíð hvers annars. Litið er á hana sem spillta vegna mistaka sem hún hefur gert eða óviðráðanlegra aðstæðna sem áttu sér stað. Það hlustar enginn á hana og fólkið í kringum hana hefur þegar gert upp hug sinn hver hún er. En einn daginn gerist eitthvað kraftaverk. Hún hefur gefið skilaboð von sem gæti breytt lífi allra í þeim bæ. Hver myndi nú trúa henni? Myndi fólk sleppa fordæmum sínum og sjá hana fyrir sannleikann sem hún kemur með, eða myndi það vísa henni frá sér vegna þess að það getur ekki séð fram hjá fortíð hennar? Þetta er saga Maríu. Hún hafði allar samfélagslegar og trúarlegar hindranir á móti sér, en Guð notaði hana einmitt vegna trúfesti hennar og traust til hans. Meðan trúar yfirvöld í sjálfsréttlæti sínu kusu að draga úr henni, upphafði Jesú hana. Hann sýndi fram á að gildi ríkis hans er ekki bundið af hefðum manna, heldur miðast við sannleika, náð og hollustu hjartans. Vitnisburður Maríu, sú fyrsta til að sjá hinn uppreisna Krist, stendur sem ávítur til þeirra sem myndu reyna að draga úr henni eða öðrum fylgjendum Jesú, byggt á fyrri syndum eða samfélagslegum viðmiðum. Í menningu þar sem orð hennar hafa lítið vægi, gerði Guð hana að hornsteini upprissu boðskaparins. Þetta er kröftug áminning að í augum Guðs er trúfesti það sem raunverulega skiptir máli, ekki mannleg skynjun eða merkingar, og þegar við förum lengra inn í sögu hennar munum við sjá hvernig þetta traust á trúfesti Maríu var ekki aðeins af tilviljun. Það var hluti af guðlegri áætlun að snúa skilningi heimsins á hvolf. Endurlausn Maríu Magdalenu. Umbreyting Maríu Magdalenu er öflugur vitnisburður hvað Kristur getur gert í lífi sem gefst honum. Hún var einu sinni kúguð, bundin af myrkraöflum og sniðgengin af samfélaginu. En kynni hennar af Jesú urðu þáttaskil, algjör umbreyting sem náði djúpt inn í sál hennar og lyfti henni frá örvæntingu. Sjáðu fyrir þér hrjóstrugt tré sem hefur verið sviðnað á sólinni og skilið eftir án lífs, sem blómstrar skyndilega eftir að hafa verið vökvað og hirt það. Það var það sem gerðist fyrir Maríu þegar hún hitti Jesú. Lúkas 8:13 dregur upp skýra mynd.
Hún var ein af konunum sem ekki aðeins fylgdu Jesú, heldur studdu þjónustu hans með framlögum sínum. Hugsaðu það. Þetta var ekki bara kona sem læknaðist og gekk í burtu. Hún skuldbundi sig. Þakklæti hennar kom fram í þjónustu hennar. Hún varð ein af tryggustu fylgjendum hans og stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Hún fékk ekki bara lækningu, hún gaf tilbaka með öllu sem hún átti, bæði líkamlega og fjárhagslega. Ímyndaðu þér hugrekki sem það lítur að hafa þurft fyrir hana. Kona sem eitt sinn var talin óhrein og þjáð, gengur opinberlega meðal lærisveinana og styður verk Krists. Í samfélagi þar sem konur voru oft settar til hliðar var umbreyting hennar ekki bara persónuleg. Það var opinber yfirlýsing kraft Guðs til að endurreisa. Hún var ekki lengur skilgreind af fortíð sinni, heldur af núverandi tryggð sinni. Þjónustulund hennar endurspeglar lýsinguna í Orðsguðunum 31 af vænu konunni. Rétt eins og konan sem réttir út hönd sína til fátækra og vinnur ötullega að því að framfleyta heimili sínu, helgaði María sig fullkomlega boðun Jesú. Hún var stuðningsmaður ekki bara í anda heldur í verki. Hún fól í sér kjarna sanns lærisveins, gengur í trú, veitir og stendur sem máttastólpi. Nú skulum við sjá fyrir okkur nærveru hennar á mikilvægustu augnablikum lífs Krists. Á meðan margir lærisveinanna flúðu af ótta við krossfestingu Jesú, var María þar og stóð við rætur krossins. Trúnaður hennar var óhagganlegur, jafnvel þrátt fyrir gríðarlegan sársauka og missi. Hún sá drottinn sinn þjást, en þó sneri hún sér ekki frá, og þegar gröfin var innsigluð var hún meðal þeirra fyrstu sem sneru aftur og leitaði hans, jafnvel þótt öll von var í úti. Saga hennar minnir okkur á að sönn umbreyting breytir ekki bara stöðu okkar, hún breytir tilgangi okkar. Hún fór úr því að vera útskúfuð yfir í að vera aðalpersóna í hreyfingu frumkristninnar. Hollusta hennar við Jesú var ekki bara svar við lækningu hennar, það var vitnisburður að þegar Guð umbreytir hjarta leiðir það til lífs, þjónustu og óbilandi tryggðar. Og þegar við höldum áfram verður ferð hennar tákn það sem Guð getur gert með hverjum þeim sem fús til að endurnýjast. Hver var hinn sanni ofbeldismaður? Opinberun Biblíunnar. Sagan af Maríu Magdalenu tekur enn dýpri beygju þegar við byrjum að spyrja hver var hinn sanni ofbeldismaður hennar. Til að skilja þetta verðum við að skoða Lúkas 7, 36-50, þar sem við finnum Jesú að borða heima hjá Símoni farisea. Í þessari frásögn kemur syndu kona inn og smyr fætur Jesú. Nú á þeim tímum var slíkt athæfi djarft og að fara óboðin inn á heimili farisea væri næstum ómögulegt nema heimilisfólki þekkti konuna. Textin gefur til kynna að María Magdalena, einmitt þessi kona, hafi verið nógu kunnug heimili Símonar til að komast inn án andmæla. Athugasemdir Símonar: væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík sú kona sýnir að hann hafði nána þekkingu á fortíð hennar sem gefur til kynna tengsl sem liggja dýpra. Engin annar kom með athugasemdir að hún hefði farið inn í húsið. Aðeins Símon hugsaði þannig hana. Íhugaðu hvað hér í gangi. Viðbrögð Símonar snerust ekki aðeins spámanlegt innsæi í Jesú, það var persónulegt. Það gefur til kynna sögu, kannski dimma og áhyggjufulla. Í menningu þar sem karlkyns vald var algjört, hafði Símon sem æðsta vald heimilsins verulegt vald yfir konunum undir þaki hans. Sérstaklega í Jóhannesi 12:2 lýst að Marta þjónaði til borðs, hlutverk sem húsfreyjan eða eiginkonan gegnir jafnan. Ef Marta, systir Maríu, væri sannarlega eiginkona Símonar, þá hefði María Magdalena geta verið mágkona hans sem gæti komið henni í viðkvæma stöðu innan heimilis hans. Slíkt samband undir valdi mannsins og Símonar, sem var virtur sem farisei,
skapaði umhverfið sem var þrungið vegna andlegrar, sálrænar og jafnvel líkamlegrar misnotkunar. Við skulum skoða þetta nánar. Í Lúkas 7, þegar konan smyr fætur Jesú, gefur dómharður tónn Símonar okkur ekki aðeins vísbendingar kynni hans af henni, heldur tilfinningu ábyrgð varðandi fortíð hennar. Hann leit á hana sem saurgaða og óverðuga, sem styrkti þann stimpil sem samfélagið hefði sett á hana. En hvernig vissi hann svona mikið? Textinn lagði til að Símon gæti hafa átt þátt í áfalli hennar. Skortur hans á samkennd, afneitun hans og viðhorf og hversu reiðubúinn hann var til að fordæma sýna mynstur þess að misnota trúarlegt og samfélagslegt vald til að hagræða og stimpla. Það er engin furða að nærvera Jesú í húsi Símonar hafi orðið vettvangur fyrir svo djúpstæð kynni. Hugsaðu nú þetta frá nútíma sjónarhorni. Ímyndaðu þér einhvern sem hefur stjórn á öllum þáttum lífsins. Einhvern sem hefur ekki aðeins vald, heldur notað það vald til að stjórna þér og draga úr þér. Þetta var raunveruleiki Maríu á heimili Símonar. Tilfinningalegt og sálrænt vægi slíkra stjórnunar ásamt almennri skömm yfir þrengingum hennar gerði hana að auðveldu skotmarki fyrir spotti Símonar. Jesús sá hins vegar handan dómsins. Í Lúkas 7, 44-46 ávítar hann Símon og bendir á skort hans á grundvallar gestrisni. Ekkert vatn fyrir fætur hans, engin kveðjukoss, algjör andstæða við tryggð hennar. Þessi umvöndun snerist ekki bara mannasiði, heldur að afhjúpa hræsni Símonar. Hér var maður sem sagðist halda uppi réttlæti en brást í því að sýna jafnvel hina einföldustu góðvild. Og samt var hann fljótur að fordæma konuna sem sýndi ekkert nema iðrun og þakklæti. Símon sem farisei var fulltrúi trúar elítunar, þeirra sem íþyngdu fólki með þungum siðferðislegum væntingum en vanræktu hinn sanna anda lagana, samúð og miskunn. Matteus 23, 27 og 28 lýsir slíkum einstaklingum sem kölkuðum gröfum, fagrar utan en innan eru fullar af dauðramanna beinum. Dómur Símonar yfir Maríu stafaði líklega af þessum stífu stöðlum. Hann leit á hana sem óhreina handan endurlausnar, skynjun sem bætti á misnotkunina sem María varð fyrir út fyrir hið persónlega og gerði það kerfisbundið. Þetta er umhverfið sem Jesús steig inn í, sem sýnir að María var ekki framar vonum, heldur á barmi umbreytingar. Nálgun Krists var algjörlega þvert á menninguna. Hann sá hana ekki eins og Símon. Þar sem Símon sá skömm, sá Jesús sál sem þarfnast lækninga. Jesús frelsaði hana ekki aðeins frá henni djöfulegu kúgun sem hún mátti þola, heldur einnig frá þeim samfélagslegu fjötrum sem héldu henni bundinni. Kærleikur hans leysti hana undan skömminni sem Símon og aðrir lögðu á hana og náð hans bauð henni heiður sess meðal fylgjenda sinna. Ímyndaðu þér fanga sem hefur setið á bak við lás og slá svo lengi að hann fer að trúa því að hann eigi heima þar. Allt í einu kemur einhver með lyklana, opnar hurðina og segir honum: "Þú átt ekki heima hér, þú ert frjáls." Það er það sem Jesús gerði fyrir Maríu. Hann leysti hana ekki bara líkamlega frá illum öndum, heldur sleit hann tilfinningalega, samfélagslega og andlega fjötra sem héldu henni fanginni og sýndi að náð Guðs hefur vald til að sigra fjötra manna. Í þessu sjáum við opinberun. Hinn sanni ofbeldismaður var Símon. Það var Símon, mágur hennar, sem hefur farið illa með hana innan heimilis síns og notfært sér vald sitt og trúarlega stöðu. Fordæming hans á henni í samkvæminu með Jesú í Lúkas 7 sýnir djúpa kunnulega og persónulega dómgreind sem bendir til þess að hann hafi haft nána þekkingu á fortíð hennar, sem aðeins einhver nákomin henni myndi búa yfir. Símon sem farisei notaði vald sitt ekki aðeins til að misnota hana, heldur einnig til að kúga og fordæma hana
og taldi hana óafturkræfa í augum trúarlegra laga. Arfleið Maríu Magdalenu og tákn vonar. Saga Maríu Magdalenu er meira en bara forn saga. Hún er kröftugt tákn von og þrautseigju fyrir hverja sál sem hefur einhvern tíma verið mismetin eða misskilin. Ímyndaðu þér að búa í heimi þar sem fólk sér þig aðeins í gegnum linsu fyrri mistaka þinna og neitar að viðurkenna umbreytinguna sem þú hefur upplifað. Það var raunveruleiki Maríu þar til hún hitti Jesú. Þrátt fyrir merkinguna sem samfélagi setti á hana, reis hún yfir það og var dyggur fylgismaður Krists. Vitnisburður hvað sönn náð og þrautseigja geta gert. Horfðu á nærveru hennar við krossfestingu Jesú í Matteus 27:56. Á meðan margir fylgjendur hans flýðu óttaslegnir, stóð María staðföst við rætur krossins. Það er eitt að fylgja Kristi á augnablikum kraftaverka og sigra, en algjörlega annað að vera til staðar þegar allt hrynur. María var þarna þegar vonin virtist úti, þegar Jesús þjáðist hvað mest. Tryggð hennar á myrkustu stundinni sýnir trú sem ekki skekur af ótta eða aðstæðum augnabliksins, trú sem stendur staðföst, jafnvel þegar allt virðist vera búið. Og svo í Jóhannesi 20:11-18 sjáum við hana aftur, að þessu sinni við gröfina. Hún var fyrst til að vera vitni af upprisunni, mikilvægu augnabliki sem myndi breyta gangi sögunar. Á meðan aðrir höfðu snúið aftur til fyrra lífs, var María eftir og leitaði drottins, jafnvel í sorg sinni. Það var trúfesti hennar sem leiddi hana til stærstu opinberunarinnar, Jesús, upprisinn í sigri yfir dauðanum. Þrautseigja hennar er okkur öllum fyrirmynd. Það sýnir að þeir sem leita Krists með óbilandi hjarta verða fyrstir til að upplifa sigur hans. En saga hennar endar ekki þar. Þrátt fyrir hollustu hennar og mikilvægi hafa tilraunir til að rangfæra arfleið hennar verið viðvarandi í gegnum tíðina. Frá fyrstu kirkjuleiðtogum til nútíma skáldskapar hafa margir reynt að draga úr hlutverki hennar, merkt hana sem fallna konu eða búið til sögur sem skekkja samband hennar við Jesú. Það er aðferð sem hefur verið notuð til að draga úr völdum og áhrifum kvenna í kirkjunni, til að þagga niður raddir þeirra og endur skrifa sögu þeirra. Samt varir sannleikurinn Maríu Magdalenu þrátt fyrir þessa viðleitni. Biblían sýnir Maríu stöðugt sem lærisvein, óbilandi trúar og kærleikandi Jesú. Konu sem var ekki skilgreind af fortíð sinni, heldur af tryggð sinni. Sama hversu saga hennar hefur verið snúin af mannahöndum, sannleikurinn skín í gegnum ritningarnar. Hún ekki aðeins fylgdi Jesú, hún var vitni hins upprisna Krists. Útgáfa Biblíunar af sögu hennar hefur meiri kraft og von en nokkur mannleg afbökun. Og í dag þegar saga hennar er endurheimt, minnir hún okkur á að Guð metur þrautseigju, trúmennsku og hjarta sem leitar hans umfram allt annað. Arfleið hennar kallar okkur til að rísa yfir merki sem aðrir setja á okkur. Það býður okkur að standa staðföst í trú okkar, jafnvel þegar heimurinn misskilur okkur eða fordæmir okkur. Saga Maríu sýnir að Guð getur endurleist hvaða líf sem er og umbreytt því í kraftmikinn vitnisburð náð hans. Eins og hún getum við fundið endurlausn og tilgang sama hver fortíð okkar er. Þegar við hugleiðum ferð Maríu, hvet ég þig til að íhuga þitt eigið. Hversu oft leifum við öðrum að skilgreina okkur af mistökum okkar eða lægstu augnablikum okkar. Líf Maríu minnir okkur á að það er ekki það sem heimurinn segir okkur sem skiptir máli. Það er það sem Guð segir, og í augum hans er sérhver sál sem kemur til hans ný sköpun. Ljúkum með bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir söguna Maríu Magdalenu, sögu sem kennir okkur mátt þinn til að endurleysa og endurreisa. Megum við finna hugrekki til að koma til þín
með okkar eigin brotnu sál treysta á loforð þitt að lækna okkur. Hjálpaðu okkur að lifa í náð þinni eins og María Magdalena gerði og verða kér þíns kærleika í heimi sem oft misskilur og fordæmir. Í Jesú nafni. Amen. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir ummæli, raunverulegt hugrekki kemur af sannri náð. Látum þetta vera yfirlýsingu að eins og María Magdalena getum við öll fundið endurlausn. Og ef þú vilt afhjúpa fleiri ósagðar sögur úr Biblíunni, sögur von, endurlausn og hugrekki í gegnum Krist, haltu áfram að fylgjast með okkur hér. Saman munum við kanna ljósið í orði Guðs í heimi sem svo sárlega þarfnast þess.